Tollverðir á Keflavíkurflugvelli lögðu í síðustu viku hald á 20.000 lyfseðilsskyldar töflur. Samanlagt götuvirði um 115 milljónir króna. Fangaklefar á Suðurnesjum eru nær alltaf fullir vegna fíkniefnainnflutnings. Engin virkni hefur verið í gossprungunni á Reykjanesskaga í rúman sólarhring. Opnað var til Grindavíkur í dag. Grindvíkingur segir best að vera heima þó það sé á hættusvæði. Margar sprungur í Grindavík fóru á hreyfingu í hamaganginum í gær. Unnið var við mælingar í dag, mest gliðnun nam 8 cm. Enginn veit enn hvaða nýju tolla Donald Trump ætlar að kynna í kvöld. Þeir gætu haft áhrif víða heim. Sögulegur frelsisdagur er runnin upp, segir Bandaríkjastjórn. Forsætisráðherra Danmerkur er komin til Grænlands. Hún segir heimsóknina til að styðja landið sem sé í virkilega erfiðri stöðu. Gott kvöld. Lögreglan á Suðurnesjum lagði í síðustu viku hald á 20.000 lyfseðilsskyldar töflur sem reynt var að smygla til landsins í gegnum Keflavíkurflugvöll. 14 eru í gæsluvarðhaldi á Suðurnesjum í tengslum við innflutning á fíkniefnum. Töflurnar eru samkvæmt heimildum fréttastofu sterkar Oxycontin töflur, svokallaðar Oxycontin 80, sem er hæsti styrkur slíkra lyfja. Samkvæmt tölum á vef SÁÁ var götuvirðið á slíkri töflu tæpar 6.000 krónur árið 2023. Það eru samanlagt 115 milljónir fyrir allar 20.000 töflurnar. Rannsókn málsins er á viðkvæmu stigi að sögn lögreglustjórans á Suðurnesjum sem gat því ekki tjáð sig efnislega. En ég get aftur á móti sagt þér að við erum með 14 einstaklinga í gæsluvarðhaldi í dag vegna mála sem hafa komið upp í flugstöðinni og þá erum við að tala innflutning á fíkniefnum. Það er í nokkrum aðskildum málum. Sendingin var stöðvuð á Keflavíkurflugvelli og Úlfar segir ekki fáheyrt að tollverðir stöðvi þar stórar sendingar. Við gerum það reglulega, til að mynda erum við ofta að fá heilu ferðatöskurnar af hassi eða kannabisefnum. Þá sé raunar svo mikið fíkniefnainnflutning til landsins að fangaklefar lögreglunnar á Suðurnesjum séu meira og minna alltaf fullir. Hvaðan er þessi efni þá að koma? Það er erfitt að segja, Suður Ameríku, þessir ferðamenn koma allir, svo til allir frá öðru ríki, Evrópuríki. Oxycontin er ópíóíði, sterkt og ávanabindandi lyfseðilsskylt lyf sem getur lamað öndunarfæri. Lyfjatengt andlát árið 2023 voru 56 og hafa aldrei verið fleiri. Flest þeirra, eða 60%, voru af völdum ópíóíða. Sá sem neytir þessa lyfs gerir það yfirleitt með því að mylja hana niður og margir hverjir sprauta þessu efni í æð. Það er alveg gríðarlega ávanabindi og lífshættulegt. Engin virkni hefur verið í gossprungunni við Sundhnúka á Reykjanesskaga síðan síðdegis í gær. Eldgosið er það minnsta frá því að goshreinan hófst í desember 2023 en kvikugangurinn sem myndaðist sá lengsti. 90% af kvikunni sem hafði safnast í kvikuhólfið undir Svartsengi hljóp yfir í kvikuganginn í gær. Síðan í gærmorgun hefur land sigið 25 cm í Svartsengi og landsig heldur áfram þó hægt hafi á því í dag. Hólmfríður Dagný, þú ert búin að vera í Grindavík í allan dag. Hvernig er umhorfs við nýja hraunið? Já, hér er allt með kyrrum kjörum, gossprungan. Já, það er ekkert líf í henni lengur. Hún var hérna aðeins aftar, fór í gegnum garðinn, en við sjáum reyndar að það rýkur enn töluvert úr endanum á henni sem er nær Grindavík, en þetta er einfaldlega vatn sem er þarna sem að síður undan hita hraunsins. Og ef við lítum utan við garðinn sem ég stend á, sem er norðan við Grindavík, þá sjáum við að það glittir svona í rauð augu hér og þar undir þessu nýja hrauni sem þýðir að það er þarna þunn fljótandi kvika undir þó að sé allt með kyrrum kjörum hér á yfirborðinu.
En til að setja stærð eða smæð þessa hraunbreiðu í samhengi eða eldgos þá rúmmál hraunbreiðunnar sem myndaðist í gær 1/6 af rúmmáli næst minnsta eldgossins á Sundhnúksgígaröðinni. Þannig að þetta mjög lítið. Veðurstofan telur ólíklegt miðað við stöðuna hér, sem sagt engin gosvirkni og lítil jarðskjálftavirkni, að gosið sem hófst í gær nái sér á strik aftur á þessum enda kvikugangsins. Og eftir því sem tíminn líður þá verður ólíklegra að ný gosopnun verði á hinum endanum, það að segja á norðaustur hluta hans. En við Víðirhólm tökumaður vorum á ferð í Grindavík í dag og hittum nokkra jarðfræðinga sem voru að mæla sprungur og hreyfingar eftir alla jarðskjálfta gærdagsins. Og það kemur í ljós að það svona mest hreyfing á austur hluta bæjarins. Við erum hérna stödd í Efrahópi, þar sem að Víðirhlíðarsprungan gengur hérna upp í heiðina og hérna sjáum við hreyfingar á sprungunni eftir atburði gærdagsins. Og hérna sjáum við vel þessar hreyfingar sem áttu stað. Hérna áttu stað cirka 3 cm gliðnun og við sjáum hvernig sandurinn heldur sér ennþá sinni stöðu og hefur ekki sigið niður. Þannig að þetta svona cirka 1-2 cm beggja vegna. Og við sjáum viðlega að megin hreyfingar eftir atburðina þeir eiga sér stað í austurhluta bæjarins, þá austan Víðirhlíðar og að Strandhólssprungu. Það svona það svæði sem að hreyfðist hvað mest. Þetta eru svona springur frá 1-5 cm sem hafa myndast við hreyfingar, þessar hreyfingar sem áttu sér stað. Þetta eru litlar hreyfingar, en eru það samt óvenju miklar miðað við aðra atburði sem við höfum séð á Sundhnúksgígaröðinni? Já, sko, þegar atburðurinn gerist í nóvember og þá eru þessar stóru miklu hreyfingar og svo hafa bara hreyfingar í gosinu í janúar á síðasta ári þegar einmitt opnaðist hér í bakgarðinum og svo aftur núna. Þannig að það eru þessi megin 3 atburðir sem eru að hreyfa sprungur í Grindavík. Hólmfríður Dagný, það var opnað inn í bæinn í dag. Voru margir á ferðinni? Já, fólk fór að tínast svona inn í bæinn upp úr hádegið en það voru aðeins íbúar, starfsmenn fyrirtækja og eigendur þeirra, ferðamenn mega ekki ennþá koma inn í bæinn og það voru einhverjir fyrirtækja eigendur sem gera út á ferðamenn, það að segja gistihúsa eigendur og veitingahúsa eigendur sem voru ósáttur við það. Við spurðum lögreglustjórann út í þetta. Þannig að það má eiginlega segja að við séum komin aftur til þess tíma þegar aðgengismál voru nokkuð frjálsleg, en þó þannig að enn sem komið þá lokað fyrir ferðamenn inn í Grindavík. Fyrirtækjaeigendur í Grindavík hafa lýst því að gististaðir þar eigi að vera lokaðir en að Bláa lónið lúti ekki sömu lögmálum. Hvers vegna það? Það þetta bara grundvallarmunur á þessum 2 svæðum, annars vegar svæðin inn í Grindavík og inn í Svartsengi. Hættur inn í Svartsengi eru bara aðrar og minni eins og staðan hefur verið núna langt skeið. En íbúar, Grindvíkingar sem komu hingað heim í dag, þeir voru að vonum ánægðir með það. Við skulum heyra í nokkrum þeirra. Ég að koma heim til Grindavíkur. Hvernig það? Það bara geggja. Ég inn alla daga maður og erum að vinna inn alla daga, þannig að hvergi betur að vera. Það alveg þannig. Smá sjokk í gær svona, við fórum að gjósa fyrir neðan garða en dagurinn dag miklu betri. Þannig að nú þurfum við bara að fara að rífa þetta í gang og opna þetta, bara stjórnvöld fara að gera eitthvað fyrir okkur. Það númer 1, 2 og 3. Það bara mikið að vera og mikið að gerast og mikið gleði að sjá bát í höfn strax að landa. Þannig að menn ekkert að gefast upp, sko. Það bara engin uppgjöf í Grindvíkingum, það bara þannig. Hvernig var það samt að sjá það að væri opnun hérna innan varnargarðana? Manni bregður náttúrulega við það, sko. Það náttúrulega, þú veist, ef þetta hefði verið stórt, svona eins og það hefur verið undanfarið, þá hefði þetta náttúrulega verið bara katastrófa, sko. Því það það sem við erum hræddust við, ef það fer í höfnina, sko, þá bærinn búinn, sko. Það lífæðin, sko. Þannig að við höfum ekkert að gera við sundlaug og fótboltavöll, það engin höfn, sko. Hvernig að vera komin aftur heim? Það bara æði að vera komin aftur heim. Við þurfum að fara í gær, sko. Við viljum helst bara vera þarna. En það alltaf verið að þrengja okkur og núna fóru rafmagnið, þannig að... Hafið þið fengið eitthvað svör varðandi það?
Já, það er hérna brann yfir ykkur kassi, ykkur rafmagnskassi segja þeir og þeir hérna komast ekki í að laga þetta strax þannig að við verðum að vera niður frá næstu nótt líka. Já, svo er þetta bara föt af mér hérna og ég þarf að taka eitthvað út úr ískapnum, svona það sem ég ætla að elda í gær. Það er gott að koma heim, já, engin spurning. Heima er best. Og snúum við okkur að öðrum málum. Upp er runnin frelsisdagur Bandaríkjanna, segir Donald Trump Bandaríkjaforseti, sem ætlar að kynna nýja tolla í kvöld. Ekki er vitað á hvað tollar verða lagðir og margir óttast víðtæk áhrif á alþjóðaviðskipti. Blaðamannafundur Trumps nýja tolla hefst að óbreyttu eftir tæpa klukkustund. Hans hefur verið beðið með mikilli eftirvæntingu. Seinni forsetatíð Trumps hefur markast mjög af tali hans tolla og hefur hann ýmist boðað eða sett á tolla á margar af helstu viðskiptaþjóðum Bandaríkjanna. Í kvöld þykir síðan líklegt að hann bæti í. Tollar eru skattur á innflutning frá einu landi til annars. Tökum dæmi ál sem flutt er frá Kanada til Bandaríkjanna. Bandaríkjamenn leggja á 20% toll og því kostar 20% meira fyrir Kanadamenn að flytja álið yfir landamærin. Í augum bandarískra neytenda verður bandarískt ál mun áleitlegri kostur og eftirspurn eftir því eykst. Gott fyrir Bandaríkin en slæmt fyrir Kanada. En hver borgar brúsann? Á endanum eru það bandarískir neytendur. Kaupmáttur þeirra minnkar af því verð á innfluttum vörum er hærra. Innlend framleiðsla eykst og styrkist en það getur haft slæm áhrif á sölu þeirra ef kaupmáttur neytenda er minni. Bandarískur ríkissjóður græðir einnig enda renna tollarnir beint í ríkissjóð. Ríkissjóður getur þannig bætt neytendum tjónið en yfirleitt safnast ekki nóg til að gera það að fullu. Fjölmörg ríki heita tollum á móti, ESB til dæmis og Kína, á meðan önnur vilja bíða átekta og reyna að gera samninga við Bandaríkin. Bretar eru þar á meðal. Forsætisráðherra Bretlands sagði í morgun að hann útilokaði ekkert, sem sýnir ágætlega óvissuna sem ríkir heimallan. Our decisions will always be guided by our national interest, and that's why we have prepared for all eventualities, and we will rule nothing out. Oddur, það veit engin fyrir víst hvað Trump ætlar að tilkynna í kvöld. Já, það er svolítið ástandið eins og það blasir við. Það er einhver sem að spá því og gíska á það að Trump setji bara flatan toll, alveg sama á hvaða vörur það er eða hvaðan það koma. Svo er aðrir sem að spá því að hann muni svona reyna að jafna við þá tolla sem að settir eru á bandarískan innflutning annar staðar. Hann hefur sagt að ef að þeir fari í 25% þá förum við í 25%, fari þeir í 10% þá förum við í 10% og svo framvegis. En það eru svona uppi álitamál hvort að það kannski standist jafnvel lög Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar sem að kveða skýrt á það. Þú getur ekki tekið einn vöruflokk, sett tolla á hann í þessu landi og svo sama vöruflokk og sett einhvern annan toll í öðru landi. Þannig að þetta gæti orðið flókið fyrir Trump, þessi útfærsla. Eru menn að búast við því að það verði lagðir tollar á íslenska vörur sem eru fluttar út í Bandaríkjanna? Já, það er bara eiginlega ómögulegt að segja. Verður svona einhver tollur settur á íslenska vöru með beinum hætti eða verður við undir hatti Evrópusambandsins eða Evrópu á Norðurlandinu eða eitthvað slíkt, það er eiginlega ómögulegt að segja en það má samt gera ráð fyrir því að áhrifin verða einhver á Íslandi, já. Já, hver getur áhrifin verið? Já, við flytjum út töluvert af fiski til Bandaríkjanna og lyfjum og lækningatækjum, stoðtækjum og ég hef nú verið að heyra í aðilum sem að tengjast þeirri starfsemi í dag og eiga mikið undir að Bandaríkjamarkaður sé opinn Íslendingum og þetta fólk hefur sagt í dag að það sé nú kannski ekkit endilega svona stressað beint yfir kvöldinu en samt fylgist náið með, óvissan sé óþægileg og það verði mun betra þegar að Trump verður búinn að sína á spilinu og þá bara hægt að bregðast við því. Já. En sem betur fer þá er Evrópumarkaður stærstur fyrir íslenska vörur, ekki Bandaríkjamarkaður og það er svona ef að Bandaríkjamarkaður verður óhagstæður fyrir einhver íslenska vörur þá þarf bara að horfa annað. Gallinn er sá að fleiri ríki munu þá gera það og þá mun samkeppni þar aukast þannig að það er líka eitthvað sem maður þarf að horfa til. Takk fyrir þetta, Oddur. Við fylgjumst með í kvöld. Aðalmeðferð hófst í dag í máli pilts sem ákærður fyrir að hafa orðið Bryndísi Klöru Birgisdóttur að bana á menninganótt í miðborg Reykjavíkur í fyrra. Þinghaldið er lokað og samkvæmt upplýsingum fréttastofu stendur aðalmeðferð fram á föstudag. Pilturinn er einnig ákærður fyrir að hafa stungið 2 önnur ungmenni í sömu árás.
Forstjóri Vinnumálastofnunar segir að búið sé að ganga frá öllum leyfismálum svo hýsa megi hælisleitendur í JL húsinu við Hringbraut í Reykjavík. Hún vonast til að friður ríki starfsemina. 69 kvenkyns hælisleitendur búa í JL húsinu og 13 börn, langflest frá Venezuela og mörg frá Úkraínu. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamál komst að þeirri niðurstöðu í ársbyrjun að þessi notkun Vinnumálastofnunar á JL húsinu væri ekki heimil og felldi leyfið úr gildi. Meðferð skipulagsfulltrúa borgarinnar á málinu hafi ekki verið rétt. Ekki fór fram sérstök grenndarkynning á breyttri notkun hússins og kærði húsfélagið á Grandavegi 42, sem stendur það nærri, notkunina. Forstjóri Vinnumálastofnunar segir að búið sé að leysa málið. Já, það er búið að leysa það. Okkur er sagt að við séum með öll tilskilin leyfi hjá Framkvæmdasýslunni og skipulagsyfirvöldum í Reykjavík, að það er búið að leysa öll leyfismál. Já, þannig að okkur er frjálst að fara að þeim. Því nú var það einmitt út af skipulagsmálum sem að þetta var, niðurstaðan var að þetta væri óheimilt? Já, leyfið uppalega, það var kært og fellt úr gildi. Ég setti mig ekki almennilega inn í það en mér skilst að það hafi verið mikið til vegna formgalla á afgreiðslunni. En það er búið að bæta úr því núna. Þannig að þetta á alltaf að vera bara alveg klárt? Alveg klárt, já. Önnur býst við, í ljósi fækkunar hælisleitenda, að á milli 200 og 250 dvelji í húsinu að hámarki miðað við leyfið, en hún efast að til fullra nýtingar komi. Hún segir mikla hagræðingu fólgna í að hafa þessa aðstöðum, hún bjóð upp á margs konar þjónustu og sé vel staðsett. Hún segir að aldrei hafi verið kvartað undan íbúunum, ekki einu sinni fyrir 2 árum þegar hópurinn var allt öðruvísi samsettur. Aðspurð hvort hún búist við viðbrögðum nágranna nú, segir hún. Ég veit ekki, ég vona ekki, satt að segja, vona innilega, vegna þess að ég held að verði engin röskun eða óþægjandi af þessu fólki, ég bara segi þetta alveg eins og er. Ég hef fulla trú á því að þetta sé auðvelt að búa í sátt og samlyndi við þessar einstaklinga. Forsætisráðherra Danmerkur er komin til Grænlands og segist vilja styðja við land í erfiðri stöðu. Óeining er innan grænlensku stjórnarinnar hvort tímasetning heimsóknarinnar sé heppileg. Mútebi Egede, fráfarandi forsætisráðherra Grænlands, tók fagnandi á móti Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, þegar hún lenti í Nuuk í dag. Hún verður á Grænlandi fram á föstudag og fundar með ráðamönnum. Búist er við að hótanir Bandaríkjaforseta yfirtöku á landinu verði í brennidepli. Jeg vil gerne sige til alle i Grønland, jeg har kun et ønske, og det er at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for at passe på det her vidunderlige land og støtte Grønland i en rigtig svær situation. Nu er jeg her, og jeg glæder mig til de diskussioner, vi kommer til at have. Þingkosningar voru á dögunum og ný ríkisstjórn Grænlands tekur formlega við embætti á mánudag. Utanríkisráðherra Grænlands, Vivian Motzfeldt, hefur gagnrýnt að danski forsætisráðherrann bíði ekki þar til eftir formleg stjórnarskipti með heimsókn sína. Varaforseti Bandaríkjanna hafi meðal annars verið gagnrýndur á þeim forsendum þegar hann kom til Grænlands á dögunum. Jens Frederik Nielsen, verðandi forsætisráðherra, er á öðru máli og segir Frederiksen velkomna. The Washington Post hafði eftir heimildarmönnum sínum í morgun að innan Hvíta hússins væri verið að meta hvað myndi kosta Bandaríkin að taka yfir og stjórna Grænlandi. Þar segir að meðal þess sem sé til skoðunar sé að Bandaríkjastjórn bjóði Grænlendingum hærri fjárframlög árlega en þeir fái frá Dönum. Bandaríski leikarinn Val Kilmer er látin, 65 ára að aldri. Val Edward Kilmer var fæddur og uppalinn í Kaliforníu í Bandaríkjunum. Hann var aðeins 17 ára þegar hann komst inn í Juilliard leiklistarskólann í New York. Hann lék mörg burðarhlutverk á hvíta tjaldinu á 9. og 10. áratugnum, meðal annars í kvikmyndunum Top Secret, Heat og Top Gun. Þekktastur er hann þó líklega fyrir hlutverk sitt sem leðurblökumaðurinn í Batman Forever og sem Jim Morrison í kvikmynd Oliver Stone, The Doors. Jim Morrison, the god of rock. Kilmer gerði upp ævistarfið í heimildamyndinni Val sem var frumsýnd á kvikmyndahátíðinni Cannes árið 2021. Hann glímdi við heilsubrest síðustu árin, fékk krabbamein í háls fyrir áratug og rödd hans varð aldrei söm. Banamein hans var lúnabólga. Lag barnamenningarhátíðar Hlaupastingur var frumflutt í Fossvogsskóla í Reykjavík í hádeginu í dag. Hljómsveitin Inspector Spacetime samdi lagið í ár út frá þema hátíðarinnar sem er úti að leika.
Fjórðubekkingar í Reykjavík fengu það verkefni að svara ýmsum spurningum hvað felst í orðunum úti að leika og hljómsveitin bjó til texta lagsins úr svörum barnanna. Og hvernig fannst ykkur að taka þátt í þessu verkefni út að leika? Bara mjög skemmtilegt. Sama, bara mjög skemmtilegt. Hvað er svona uppáhaldsleikurinn ykkar? Fótbolti. 15-14 eða 1 króna. Við vorum með þetta lag sem sagt svona ágætlega tilbúið, þú veist þá lagið sjálft. Já, við vorum með svona lítið beat, svona semi-tilbúið. Já, einmitt, semi-tilbúið og við vissum ekki alveg hvað við ætluðum að gera við það. Þannig að þetta var svona tilvalið tækifæri að nota þetta í eitthvað svona sætt. Þetta var líka svo krúttlegt. Bergsteinn, hvað verður í Kastljósi í kvöld? Við ætlum að tala tolla. Það kemur í ljós á eftir hvaða tolla Donald Trump Bandaríkjaforseti ætlar að setja á innflutning Bandaríkjanna, svo kallaða hefndartolla, og hvaða lönd verða undir, og þetta geti haft áhrif á Íslandi, annarkvort bein eða óbein, og við ætlum að ræða við Pétur Óskarsson, framkvæmdastjóra Íslandssögu hvað sé í húfi. Við ætlum líka að ræða við manninn sem yfir neyðarbirgðum Finna, en á þessa dagana þá stendur Rauði kross Íslands fyrir brýningu til landsmanna að vera undir það búin að vera án vatns og rafmagns í 3 daga. Svo ætlum við að kíkja á leikritið Fjallabak sem fjallar forboðnar ástir kúreka í Borgarleikhúsinu. Nóg að vera í Kastljósi í kvöld. Takk fyrir þetta, Bergsteinn. Lítum til veðurs. Kristín Hermannsdóttir, veðurfræðingur, spáir að á morgun verði suðlæg eða breytileg átt víða 3 til 8 metrar. Létt skýjað mestu landið norðan og austanvert en skýjað með köflum vestan til og sums staðar dálítil væta framan af degi. Hlýnar heldur og hiti 5 til 10 stig yfir daginn. Við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Víkingi spáð Íslandsmeistaratitli karla í fótbolta og Breiðablik verður áfram helsti keppinauturinn samkvæmt sömu spá. Besta deild karla hefst á laugardag. Spænskur saksóknari fer fram á nærri 5 ára fangelsi yfir ítalska knattspyrnustjóranum Carlo Ancelotti, stjóra Real Madrid vegna skattalagabrota. Og Ingibjörg Sigurðardóttir verður að óbreyttu fyrirliði íslenska landsliðsins í fótbolta sem tekur á móti Noregi í þjóðadeildinni á föstudag. Íþróttir hér eftir fréttir. Þá ætlum við næst að rifja upp helstu fréttir kvöldsins. Tollverðir á Keflavíkurflugvelli lögðu í síðustu viku hald á 20.000 lyfseðilsskyldar töflur. Samanlagt götuvirði 115 milljónir króna. Fangaklefar á Suðurnesjum eru nær alltaf fullir vegna fíkniefnainnflutnings. Engin virkni hefur verið í gossprungunni á Reykjanesskaga í rúman sólarhring. Opnað var til Grindavíkur í dag. Grindvíkingur segir best að vera heima þó það sé á hættusvæði. Margar sprungur í Grindavík fóru á hreyfingu í hamaganginum í gær. Unnið var við mælingar í dag. Mest gliðnun nam 8 cm. Enginn veit enn hvaða nýju tolla Donald Trump ætlar að kynna í kvöld. Þeir gætu haft áhrif víða heim. Sögulegur frelsisdagur runnin upp, segir Bandaríkjastjórn. Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld. Þessum fréttatíma lokið. Verið sæl.